Heil og sæl verði og velkomin í þáttinn Fasteignir á heimili. Hann verður fjölbreyttur af venju hjá okkur í kvöld. Við byrjum á því að heimsækja hana Margréti Leifsdóttur, heilsumarkþjálfa og arkitekt, en hún ætlar að gera fyrir okkur hollusturétti í nestistöskuna. Því næst ætlum við að heimsækja Karl Dan og Helenu Ósk Harðardóttur sem eiga fyrirtæki Epoxy verk og sérhæfa sig í metanettgólfum. Loks ætlum við að skella okkur í Reykjanesbæinn og heilsa upp á Jóhannes Erlertsson og Júlíus Steinþórsson hjá eignasölu.is. En við byrjum á því að heimsækja hana Margréti Leifsdóttur og kíkjum í eldhúsið til hennar þar sem hún ætlar að útbúa fyrir okkur góða heilsurétti. Þú ætlar að byrja á grænadrykknum sem sagt. Já. Já, spennandi. Er það ekki? Jú. Ég var að spá í að þetta er minn uppáhalds og ég segi fólkinu mínu sem er að koma á námskeið til mín, þá segi ég notið svona mismunandi dökkgrænt í grændrykkinn ykkar. Já. En svo verð ég að viðurkenna að ég er sjálf algjörlega föst í grænkálinu sko. Já. En ég nota reynda stundum svona salatspínat. Já. Og svo er þetta að nota bara allt dökkgrænt og steinselju líka. Já. Og grænkáli er sko það dökkgræna grænmeti sem er með mestum vítamínum og steinefnum, þannig að það er hollast. Þetta er hollast. Já, og það er sem betur fyrir farið að framleiða alltaf meira og meira grænkáli hérna í Íslandi. Já. Það er auðveldara að fá það allt árið kring. Já. Og ástæðan fyrir því að grænn er í algjöru uppáhaldi hjá mér er að það er bara svona mín leið til að borða grænmeti, af því ég er svona frekar svona óþolinmóð manneskja. Já. Og þú veist, það er ekkert oft sem ég gef mér tíma til þess að sitja og borða hádegismat í 3 korter eða eitthvað. Nei. Ég er bara svona svolítið mikið á ferðinni. Já. Og þá er sem bara geggjað að geta bara tekið með mér, þú veist, grænan í krukku og verið bara, ef ég er á fundi eða einhvers staðar, þá er ég bara að södra. Mér finnst mjög gott að borða þegar ég er á fundum, þá held ég betra athyglinni nefnilega. Já. Þannig að þá get ég bara verið með grænadrykki minn eða, þú veist, síagrautu eða eitthvað. Já. Og þetta er frábær leið til þess að borða grænmeti. Já. Og svo set ég líka avokado í hann. Já. Til þess að því að verður að vera góð fita. Verður að vera góð fita með. Og annarkvort set ég ólífuolíu sem er líka reyndar mjög gott, ólífuolíu eða avokado. Og svo set ég svona frosna ávexti líka. Ég hef sett oft frosið mango. Já. Og kannski 1 epli og engifer, þannig að hann sé góður. Hljóma vel. Og svo set ég reyndar stundum, ef ég er að gefa einhverju sem er að fá í fyrsta sinn, þá set ég kannski 1 matskeiða, ekki allt þetta sko, bara 1 matskeiða döðlum í 2 lítra. Já. Finnst þér þessi litlu brúnu avokado betri heldur en þessi venjulegu, hvað skulle segja, venjulega stærri en græna? Sko, ég fekk náttúrulega bara mér brápínu í bónus daginn, þá voru svona 2 rosaflottir avokado. Já. Og þeir kostu 800 kall 2 stykki. Já. Og mér finnst það bara brjálega, ég gat ekki einhvern veginn keypt það. Nei. Svo hef ég keypt lífrænan avokado, hann er rosa góður, alveg geggjaður og öðruvísi en hinnir. En svona því ég kaupi svo mikinn avokado og krakkarnir mínir eru líka duglegir í avokado, þá kaupi ég yfirleitt í netunum, bara þeir eru ódýrastir. Og svo geymi ég það á borðinu í smá tíma. Bara leið þeir orðnir samt þroskaðir, þá fara þeir inn í ísskáp. Já, akkurat, já, þá fara þeir inn í ísskáp, já. Og það er pínu trikki að kaupa avokado svo ótrúlega leiðilegt þegar þeir skemmast. Ég veit það, það er það sem ég finnst. Mér finnst avokado er ógeðslega erfiður ávöxtur. Hann er það. En mér hefur fundist þetta besta leiðin, að kaupa í netunum, láta hann þroskast á borðinu og vera fljót að setja hann inn í ísskáp þegar hann er ekki orðinn ofþroskaður. Og þá helst hann alveg góður í allar viku. Í því formi, eða þú veist, í þeim þroska sem hann er búinn að ná. Já, því þá heldur hann ekki áfram að þroskast. Já, akkurat. Þannig að nú er ég bara með lítinn avokado, þannig að ég ætla að setja smá ólífuolíu líka. Já, einmitt. Og ég set bara það sem er léttast fyrst í blandarann. Já. Og svo set ég bara svona, þú veist, 2 lúkur af grænkáli. Já. Kannski bara, já, næstu því heilan svona pakka, það má alveg. Og svo set ég heilt epli og epli eru þeir ávextir sem eru mikilvægast að kaupa lífræna. Já. Af því að epli eru svo mikið sprautu. Akkurat. Og ég þarf ekki einu svona klippa af þessu sko, og svo er ég með lífrænan engifer. Já. Og þegar ég er með lífrænan engifer þá þarf ég ekkert að taka utan á honum og hann er sko 5 sinnum sterkari heldur en venjulegur. Já. Þannig að ef ég set, þú veist, svona bita af lífrænum, þá kemur alveg gott engiferbragð. Þú veist, það kemur jafn mikið og ef ég myndi skræla, þú veist, allan pennan. Já, hugsaður. Þannig að, þú veist, það er alveg þessi virði og það er svona virkilega sterkt, sko. Já.
Síðan setjum ég svona kannski 1 bolla af frosnu mangói. Og 1 matskeið af, þetta svona, þú veist, nammi-uppskriftin. 1 matskeið af möndlum. Möndlunum, aðeins og svona. Nei, af döðlunum. Af döðlunum, og döðlurnar draga svolítið fram svona sætuna í ávöxtunum. En sko markmiðið með svona grænum drykk að borða sem mest grænmeti. Já, akkurat. Þannig að, þú veist, þegar ég að gera bara fyrir mig og ekki fyrir krakkana, þú veist, þá kannski bara sleppi ég eplum og döðlum og set bara smá mangó með, jafnvel sítrónu eða kókosvatn, þá þarf ég þarf hann ekkert svona sætan. Nei, en þetta er svona, en þetta verður einmitt svona, bara eins og þú segir, meira sætu bragð og meira svona gírnilegri á bragði. Já. Svo fer þessi bara í svona krukkur, þú veist, hann fer bara í svona krukkur í ísskáp og svo taka krakkarnir sér bara. Já. Ekki það þau gera einn stundu sjálfur, en þú veist, þeim finnst ótrúlega gott þegar mamma gerir fyrir þau. Auðvitað. Svo tilbúið í ísskapnum. Bara tilbúið, sko. Já. Og svo set ég bara vatn í blandarann þangað til hingað. Já. Þetta er allt svona mjög bara mikið sirka. Já. Og kannski matskeið af ólífuolíu. Já. Af því það er svo gott fyrir liðina og meltinguna og svona. Já. Síðan erum við bara að fara að skála í einum grænum. Þetta er náttúrulega sko algjör skyndibiti. Já. Þetta er bara gert á no time sko. Snillt. Gjörðu svo vel. Já, bara skál. Skál. Svo ætlum við bara að fara að drullumalla. Drullumalla tíagraut. Tíagraut. Og það var möndlumjólk í hann. Já, sko maður getur keypt möndlumjólkina og þú veist, tíafræin taka í sig í raun og veru bara þann vökva sem það setur það í. Já. En þetta er svo einfalt og möndlumjólkin sem maður býr til er alveg með 30% möndlum en ef þú kaupir hana þá er kannski 3% möndlur. Já, það. Já. Já. Og þetta er náttúrulega bara eins og sé bara fáránlega einfalt sér. Þetta er bara fáránlega einfalt sko. Já. Ég ætla að setja bara 2 matskeiðar á döðlum, ég þarf þess ekki. Það er alveg óþarfi en hún verður þá svona pínu svona sætari. Já. Og svo bara, ok, þetta er náttúrulega Vitamix sem er svona frekar öflugur, en ég þarf ekkert að sigta eða neitt. Ég bara læt blandarann ganga núna í 1,5 mínútu. Já. Og þá er möndlumjólkin tilbúin. Ég skil. Frábært. Komum smá læti. Já. Svo að því að ég er svo lítið fyrir að vera mjög nákvæm þó ég sé meja. Já. Að þá er ég mjög erfitt með að nota svona, þú veist, mælieiningar. Já, þú gerir bara svona sirka, þú bara færst svona tilfinninguna bara. Já. Og bara svona sirka. Þetta er allt saman sirka, þú veist, þú er ekki að klúðra neina þessu. Nei. Þannig að ég set bara núna hálfan bolla af chíafræjum Já. Og svo set ég 3 bolla af möndlumjólk. Já. Af því þetta er svona sirka 1,6, 7, þú veist, það er heldur ekki nákvæmt. Já, svona hlutföllin. Já, einmitt. Það er svona 6 sinnum meiri vökvi heldur en fræ. Já. Og Þetta er rosa fín möndlumjólk. Hún er nefnilega, svo freyðir hún líka alveg svona, þú veist, eða fólk vil setja hana í kaffi eða bara hita hana og... Já. Nú hræri ég bara af og til í þessu í svona 7 mínútur. Já. Þá er bara grauturinn tilbúinn. Já. Og svo getur maður leikið sér að, þú veist, gera einhverja, þú veist, leyra af, þú veist, síagrautur, ávextir. Já. Og við getum gert bara... Getum alltaf nota hvers kyns ávextir sem þið við skóðir og... Já, þú veist, það er rosa gott að nota appelsínubita til dæmis. Já. Mér finnst rosa þægilegt, þú veist, hindberinn frosnu frá, ég nota þau svolítið frá Kropps. Já. Þau eru mjög góð og svo stundum, þú veist, eins og kannski á sumrin þá er gaman að splæsa í bláber. Já, nákvæmlega. Og svona sumarlegt og fest. Já, nákvæmlega. Þannig að síagrauturinn er eitt, nú er hann bara svona aðeins að taka sig og meðan ætlum við að gera síagel. Já. En krakkarnir þínir, þau eru sem sagt, þau lifa líka þessum lífstíl, borða mikið af
þau gera það. Já, chíagraut og hérna bara mikið í ferskmeti og grænmeti og ávöxtum og Já, hérna strákurinn minn reyndar vill ekki chíagrautinn. Nei. En stelpurnar eru báðar til í hann. Já. Þau eru öll til í græna drykkin. Já. Og hérna þau eru eiginlega öll ótrúlega mikið til í þetta allt ef þetta er bara tilbúið fyrir þau, sko. Já, þú veist, þau eru til í múslíið og þau eru til í hérna grautana, líka svona kalda hafragrauta. Já. Við fáum okkur stundum helgar, þú veist, heitan hafragraut með þeyttum rjóma og dökku súkkulaði og appelsínubitum. Já, það eru svona spari. Svona geðveikt trít, samt ekki glúten og holl fita og svona, þú veist, þannig að það er svo mikið hægt að leika sér með þennan mat sem er hollur og það er svo gaman. Mér finnst algjört lykilatriði að hérna, þetta sé gott. Já. Þú veist, það er ekki þannig að þó maður sé að borða hollt að það þurfa að vera eitthvað ekki gott. Það er nefnilega málið, fólk heldur oft að það sem er hollt sé ekki gott. Já, það sé eitthvað meinlæti. Og eins og rosalega góður. Já. En þetta er ekkert meinlætislíf. Þetta er það nefnilega ekki. Nei. Og svo getur maður, þú veist, gert vel við sig þegar maður er að borða hollt og er að kaupa minna drasla, því að drasl er ógeðslega dýrt. Já. Og keypt svona eins og, þú veist, brjálæðislega dýrt möndlusmjör sem mér finnst alveg hrikalega gott. Já. Þú veist, af því að maður er að sleppa snakki og snakk er brjálæðislega dýrt ef maður pælir í því, þú veist. Þannig að maður þarf svolítið svona veg og meta hvað maður vill eyða peningunum í, og hvað maður velur sér. Já, það getur alveg gert vel í sig í þessu ef maður er að sleppa þau. En hérna, já, ég ætlaði að gera með ykkur hérna chíagel, þá þarf ég að ná í hérna eina krukku. Ekki þessi krukku samt. Ég nota bara svona glerkrukkur, þú veist, ég kaupi mjög mikið svona kjötseiði frá Bónend Marró. Já. Og þetta eru krukkur frá þeim. Já. Og hérna, þá bara, eins og nú ætlum við að gera chíagelið. Já. Þá set ég bara hérna svona 1,5 matskeið af chíafræjum í þessu krukku hérna. Já. Og hérna, svo bara fyllum við hann upp með vatni. Eða nei, við fyllum hann ekki upp af því það þarf að vera pláss fyrir bláberin. Já. Þannig að svo bara hrista. Svo bara. Já, góður. Þú veit ekki að setja í blandarann eða neitt svoleiðis. Bara hrist í krukkunni. Já. Og í raun og veru bara, þú veist, þetta tekur líka, nú þarf ég aðeins að hræri þessu hérna líka svona á og til. Já. En hérna, þetta er svona, hvort tekja kannski 7 mínútur eða svo? Já. Eitthvað svoleiðis. Já. Þetta geymist í viku í ísskáp, sko. Já. Hérna. Og hérna, þú veist, ég gæti alveg, það er aðalmáli að hrista til að byrja með því annars vilja ég klessast saman. Já. Hérna, chíafræin. Já. Chíafræin eru líka, þú veist, full af omega-3 og rosa góður rakagæði. Já. Þú veist, ef maður er einhvers þar að svitna, þá er þetta mjög góður rakagæði. Já. Svo eru náttúrulega rosa margir að nota skvísurnar, chíaskvísurnar. Já. Það eru bara oft svo mikið svona sætar. Já. Það er rosalega einfalt að búa sér til sitt eigið chíagel, sko. Já, miklu betra. Og svo getur þú bara sett, þú veist, þú getur sett hvað sem er út í það, sko. Já. Mér finnst bara ótrúlega gott að, þú veist, fá svona 1 og 1 bláber og bíti. Já. Þannig að hérna... Já, gott að hafa svona smá svona með. Það er ekki meira bara að borða þetta bara eingöngu. Já, þetta er náttúrulega bara alveg bragðlaust, sko. Já. Ótrúlega gott fyrir þarma líka. Já. Þannig að hérna... Þetta myndi fara bara beint í nestistöskuna mína og núna get ég bara sett bláberin úti. Og þá fara þau bara ofan í og þú veist... Þau fara bara ofan í og set svona bara eitthvað. 3 lúkur. Já. Fyrst einu sinni. Það er þetta hérna til í nestisboxið. Já. Og síðan myndum við gera sko chíagrautinn. Hann er svona, þú veist, ég get alveg byrjað að setja hann í núna. Hann á samt eftir að taka sér svona smá. Já. Ég geri yfirleitt þannig að ég setja oft einhverjum svona ávexti í botninn. Kannski, þú veist, kannski smá mangóbit í botninn. Og það verður svona sumarlegt. Já, það verður svona stemning í þessu. Já. Svo getum við kannski sett hérna 1 bláberlag. Smá bláber, smá bláber. Smá bláber, þessi er góð fyrir heilan. Já, já. Veitir ekki af því. Og svo bara, þú veist, nokkur lög. Svona lagkaka. Já, þetta er lagkaka.
Svo myndi maður kannski bara dundra nokkurum hindberjum on top. Svona. Svo myndum við setja músli. Músli. Og þetta er músli sem þú hefur lagað sjálf? Já. Sem er ótrúlega einfalt. Já. Bara gert á no time og geymist í eitthvað 10 daga, svo er það bara búið. Já. Og ef maður langar að nammi þegar maður kemur heim, já. Bara geggja að fá sér, þú veist, svona. Sem fór sér bara að lúka þessu. Já. Bara algjör snilld. Já, nákvæmlega. Ég komst upp með læg með það. Músli bara, þú veist, það er bara besta snakk. Já, það er bara snakk nefnilega, það er nefnilega málið. Svo finnst mér rosa gott, ok, það lúkkar kannski ekki alveg geðvægt vel, það er eins og einhver hafi, eins og ég veit ekki hvort ég að segja, það er eins og einhver hafi kúkað á tségurinn. Já. En hérna, þú veist, ég myndi setja svona smá möndlismjör hérna ofan á, sem er svolítið bara svona þetta svona eðal sósa. Já. Þannig að þá er maður bara komið með svona geggja nesti. Þú veist, þá er bara hérna, þá erum við komið með sko grænan og blábergið og chíagrund. Og svo ef maður væri að fara eitthvað og væri hrædd að vera svangur, þá getum við bara verið með eina tóma krukku og chíafræ. Og það getur bara gert þér gil og never. Þá þú ert bara good to go, skilur. Já, þetta er bara geggjað. Svo bara hendur þessi nestið sko, svona kælítið sko. Já. Og bara skeið með og bara ready. Ready í ferðalagið. Já. Tímabómull fyrir þá sem vilja mikla mýkt og góða endingu. Íslensk hönnun, einstök gæði. Lean Design. Útsalan er í fullum gangi, allt að 60% afsláttur. Lean Design. Flott sumarföt fyrir flottar konur. Vertu þú sjálf, vertu Belladonna. Belladonna, Skeifunu 8. Verið velkomin aftur í þáttinn, en næst liggur leið okkar í Hafnarfjörðinn og við ætlum að heimsækja Karl Dan og Helenu Ósk Harðardóttur. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur hingað heim til ykkar, Karl og Helena. Já, bara velkomin. Það er gaman að fylgjast með þróuninni á fyrirtækinu ykkar, Xboxy, sem þið sérhæfið ykkur í gólfefnum og slíku. Ég segi mér aðeins hérna frá tilurð fyrirtækisins og hugmyndinu til dæmis bak við Metanec-gólfið. Hugmyndin bak við Metanec-gólfin, það var bara, maður var reynt einhverju og sá svona gólf. Maður aldrei séð svona sterka liti og þannig. Svo eftir það, þá fór maður bara og fullt í þetta, finna framleiðanda og já, og síðan var þetta bara að panta inn og setja á alla gömlu íbúðina okkar. Já. Þannig að þetta þróast sko út frá því að þið setjið þetta í ykkar íbúð og farið svo að síðan að verður þetta sölva. Fólk sé þetta hjá ykkur og þetta vekur athygli. Nákvæmlega. Akkurat. Við skelltum okkur bara í hérna 100-500 íbúð bara þangað til við vorum sátt. Já. Staðið fyrir að gera ykkur á pröfur. Akkurat. Og þetta var mjög skell. Já. En sem hver er þessi styrkleikinn við þessi gólfefni, þetta Metanec? Þau eru alveg mjög sterk og mjög einfalt að þrífa þau, þola mikinn hita og já. Æðislegt að þrífa þau. Já, það er æðislegt. Þið veist að mikið búbúrt að vera með góð gólf. Já. Það þola allt. Bara nýðstætt. Nákvæmlega. Hvaða efni er það sem er í skólfi? Þetta er hreint epoxy og bara litir, titanium litir. Titanium litir. Já. Og þegar fólk er að velja sér svona gólf þá er mikil möguleika með litar. Maður getur haft það bara kannski svart og grátt og látið flæða jafnvel eins og marmara eða... Já. Sem skiptir rosalega miklu að setja grunnur fyrst. Já. Skiptir voðalega miklu út að það sést í gegnum hvort það sé hvítu grunnur eða svartu grunnur. Já. Og ef maður notar kopaliti þá er oftast gulur grunnur. Svo það er sett að teikna myndir undir í grunninn og setja ljósaliti yfir, þá sérðu myndirnar í gegn. Já, þannig að maður gæti sett bara einhvers konar logo, fyrirtækja logo eða... Og við höfum verið að gera logo
settum með FO-lógóið hjá einum. Þá skar hann út í gólfið. Já. Það var mjög skemmt. Mjög gaman. Og þessi gólf er að henta bara bæði stofnunum, fyrirtækjum, heimilum. Já. Og inn á heimilin. Og bílskúra. Já. Hvað er svona vinsælast hjá núna? Hvað er svona stærstu verkefni? Hverjir eru að sækjast eftir þessi gólfi? Þetta er rosalega mikið bílskúrar og heimahús núna. Já. Og veitingstaðir. Já. En það er náður komin að heimili ykkar og ég tók eftir einhvern mjög skemmtileg innkoma. Það er einmitt, maður sér gólfið og það er þessi hreyfing í gólfinu. Já. Svo ekki bara það, ég tek að þið eru líka með súpbekki og hérna möblutar ykkar eru líka með þessari áferð. Segðu það svo því. Herðu, við bara... við verðum að sjá hvernig þetta kemur út bara hér og þar. Já. Aðalega. Þannig að það er bara við ákveðum að prófa og hérna sjá hvernig efnin væru. Já, hvernig væri. Já, nákvæmlega. Þetta er bara búið að vera ótrúlega gaman. Já. Og gaman að geta sett þetta annars staðar líka heldur en bara gólf. Já. Svo þetta er líka, það er ekkert mál að setja þetta í tröppur og annað slíkt, stiga. Já. Þetta, það er dálítið vesen. Já. Það er alveg hægt. Það tekst. Akkurat. En svona, hérna, ef við myndum nú bara segja hvað er svona, ef fólk hefur náttúrulega valkost að velja sér gólfefni. Já. Og það er margt í boði eins og við vitum. Hver er svona, myndi segja, helsti styrkleiki þess að velja metaníkgólf? Þetta dugar náttúrulega bara endalaust. Já. Hitinn, þú getur skellt mjög heitu beint á borðið. Já. Þannig að það er að hérna frá framleiðanda segir hann að potturinn getur farið beint á borðið. Bara beint á borðið? Þegar efnið er tilbúið og þegar búið að lifa því að jafna sig í smá tíma. Já. Þá sé þetta orðið klárt. Og eftir mörg ára, þetta er orðið ristbað eða eitthvað svoleiðis. Það er svo einfalt að laga þetta, þá er þetta bara að slípa upp með svona neti og lakka það aftur yfir. Þá er þetta alveg svo nýtt bara. Það er bara til. Já. Og það er líka með þessi gólf, maður getur bæði fengið mött og líka með glasafni. Já. Og einmitt að maður er orðið þreyttur eða eitthvað á gólfinu að þegar búið að slípa þess til að þá er hægt að setja kannski einn ljósan lit yfir eða dökkan lit yfir eða dekkja það. Já, allt það. Og þetta er hagkvæmur kostur. Já, sjálfsögðu. Já, kostar ekki mikið. Nei. Það er nýsett hvað fólk er Ekki með að gólfið í dag. Já, þá er þetta bara mjög. Já. Ekki með þetta dugar endalaust. Nei, nákvæmlega. Og þolið. Það er virkilega gaman að skoða þetta hjá okkur og hérna gott að vita þessum valkosti. Já. Og hérna gangi ykkur vel með fyrirtækið. Takk hérlega fyrir. Takk hérlega fyrir. Það er gaman að koma að heimsækja ykkur hingað í Reykjanesbæinn, Jóhannes og Júlíus. Já, takk fyrir það. Vertu velkomin. Takk fyrir það. Þið eru hérna með fasteignasöluna eignasalan.is. Já. Og hérna, í hverju sérhæfið ykkur helst? Júlíus, þú mátt. Já, við kannski sérhæfum okkur ekki beint í neinu. Við náttúrulega markaðsvæðið okkar er kannski Reykjanesbær svona sterkasti staðan okkar er hérna. Já. En við seljum eignir bara út allt í sjálfu sér, sko. Og svo erum við náttúrulega með leigumiðlun líka, en það er svona minni hlutin hjá okkur. Já. Meira og sterkari í fasteignasölunni. Fasteignasölunni sjálfri. Já. Og svo er leigumiðlunin aðeins með þessu. Akkurat. Og er ekki bara nóg að gera hérna í Reykjanesbæ? Það er náttúrulega búið að vera gríðarlegur uppgangur. Það er ekki spurning. Og mikið náttúrulega bæði selt og leigt. Já. Fólksfjölgun náttúrulega verið gríðarleg, þannig að... Já, hún hefur verið mjög mikil. Já, hún hefur verið rosalega mikil. En við erum hérna í mjög skemmtilegu hverfi, þetta er ný gata, hérna Leirdalurinn. Já. Þið eru hérna með fasteignir sem eru bæði komnar á sölu og eru á leiðinu sölu, ekki satt? Jú. Hérna erum við með sjálf og sér, við erum að selja hérna hæðir og erum búin að selja 16 stykki og það er að koma hérna 8 hérna með okkur í sölu. Þetta hefur bara verið, látið vel að þessu. Já, þetta er náttúrulega sérstakar eignir, það er ekkert sambarlegt í boði. Þetta er svona sérhæðir og það er hægt að fá bílskúr með annar eigninni. Já, þannig að þetta er í raun og veru svona tvíbíli og bílskúr með annarri hæðinni. Já, reynt að gera þetta þannig að þetta sé svona eins og sérbíli hvor hæð fyrir sig. Já. Sá sem er á efri hæðinni til dæmis með stórar svalir fyrir sig sem útisvæði og með neðri hæðinni með svona sólpall. Já. Og síðan er
bara reynt að gera þetta þannig að þetta sé svona sem minni sem mest á sérbýli. Já, akkurat, algjörlega. Og þessar íbúðir, þær koma tilbúna, það eru búið að setja eldhúsinnréttingar og baðinnréttingar og annað slíkt. Hefur fólk eitthvað val í þeim efnum? Nei, það hefur náttúrulega ekki verið þannig. Þetta hefur verið komið í raun og veru þannig að þetta er skilað alveg fullbúnu. Já. Og það er í raun og veru, var reyndar aðeins breytt skipulag í 2 íbúðum hérna í fyrri hlutanum. Já. Að beiðni kaupenda, en það þarf þá að vera að gera snemma í ferlinu. Þessar eignir sem eru að koma á sölu núna, þær eru komnar það langt að það er svona freka flókið að fara að breyta því. Já, en það er mjög skemmtilega eignir og þetta er svona allt mjög rúmgott. Já. Gott skipulag á rýminu sem slíku, herbyggi, já, nýtist vel. Já. Og svo er hérna líka að hugsa fyrir, þetta er svolítið skemmtilegt, kemur hérna í vingil og svo er hérna svæðið, útisvæðið fyrir fjölskyldurnar. Já, hérna er náttúrulega, þú veist, það verður ekkert byggt hérna á bakvið. Hérna er náttúrulega frábært fyrir krakkana að vera. Já. Sér bara hérna eins og rosalega skemmtilegt útisvæðið hérna, sko. Já, dásamlegt. Já, bara með þetta í bakgarði. Já. Og þetta hverfið er nýtt og er að byggjast upp. Hér er það ekki nýr skóli og nýr leikskóli? Það er hérna sjást hérna byggingarkrana beint fyrir aftan okkur, þar sem hefur verið að byggja nýja skólan, Stapaskóla, hann er reyndar byrjaður í bráðabirgðahúsnæði en á að koma held ég 2020 verður komið sitt endalegt húsnæði og svo er leikskóli á sama svæði sem er á teikniborðinu. En þetta er mjög fjölskyldulegt staðið til að búa á. Já, mjög svo. Það er mjög stutt í skólan, það sé eitthvað þriggja mínútna labb eða giska það. Alveg dásamlegt. Það er alltaf gott fyrir fjölskylduna þegar það er stutt í skólana og hafa allt til alls. Já. Það hefur verið ekki mikill uppgangur í sveitafélaginu síðastliðin ár. Jú, það er náttúrulega hallað á okkur, en við erum náttúrulega okkur tíðrætt um það, þú veist, þegar herinn fór og svo náttúrulega síðast þegar váfellur, en það er samt búin að vera stígandi og uppgangur bara, hvað hefur að segja? Alveg síðan 2013 myndi ég segja. Já, og því það er mikil fólksfjölgun. Já. Og mikið af fjölskyldufólki. Já, það er komið 90.000 og hvað 300-400 manns inn í sveitafélagið. Já. Það var nú verið að halda upp á 25 ára hérna afmæli sveitafélags. Ég held að við höfum verið 10.000 þegar sveitafélagið sameinaðist. Já, þegar þetta var Reykjanesbær. Það var Reykjanesbær. Já, þannig að það var alveg bara ákveðin sprenging hérna. Má ekki svo orðið komast. Ég ætla að segja, alveg óhætt að segja það. Þú veist, þegar við erum aðrast upp, þá er ekkert hverfi. Nei, þetta var Týndanjarvík. Já, þetta var kallað Týndanjarvík. Það voru 2 götur, sko. Nú er þetta staðista hverfið í Keflavík. Það er Reykjanesbær. Og það er náttúrulega því við erum tekið fagnandi að fá þessar nýbyggingar eins og að fá þessar hæðir sem þið eru að bjóða hér upp á til sölu. Þetta er náttúrulega mikið fagnaðarerindi fyrir sveitafélagið. Þetta er gaman aðeins. Já. Þetta er líka út af því að það er líka svolítið sérstæða þessara íbúða er náttúrulega svolítið skemmtileg, sko. Já. Út af því að það er ekkert annað svona í sölu, í nýbyggingunum með þessum hætti, sko. Svona, þú veist, hæðir og svo getur þú valið bílskúrinn með. Þannig að það er svolítið, þetta er sérstakt. Já, þetta er skemmtilegu valkostur og hérna möguleikarnir eru miklir. Já. Þetta er frábært og það er virkilega gaman að fá að skoða þessar eignir hjá ykkur og hérna ég sé að þetta er mjög fjölskylduvænn og góður stað að búa á. Það er bara gaman að fá að koma og þakka ykkur fyrir. Sömuleiðis. Takk sömuleiðis. Fleira verður ekki í þættinum hjá okkur í kvöld. Þetta var síðasti þátturinn okkar í sumar en við sjáumst aftur hress í haust. Verið sæl.